Góðan daginn, kæru vinir og velkomin. Við ætlum að ræða Guðsorðið í dag og leyfa Drottni svolítið að leiða okkur sína lendur og við verðum aðtóa það að hann hefur gefið okkur margt og hann gaf okkur til að mynda lýðveldisdaginn okkar sem við heldum upp á 17. júní og vel var mætt og hefðbundin dagskrá og sjálfur sér engin ástæð til að vera nýtt að hrófla henni til eða frá því að svona hátíðahöld eru nú svo litið staðbundin og hefðbundin og einhvern veginn verða ábyggilega fljótlega að vana en að fer eftir bara mínu eigin hugafæri hvort að ég líti á þetta sem vana eða sem eitthvað spánýtt og það nú alltaf það sem að við ættum að vilja og það eitt af því sem að trúin og Drottinn gerir fyrir okkur. Hún reynir alltaf að svona ferskja upp daginn þannig að þessi hversdagur kolvist bara ekki yfir á tómri vanafestu. Þess vegna hann alltaf að brydda upp á, tala til okkar orð og hann ferskur og fallegur og einhvern veginn við ferskustum upp af því að heyra í honum. Já, það ástæða til þess að boða lifandi Guð og lifandi Drottinn og leyfa fólki að svona allavega ígrunda hver hann sé. Við getum eiginlega ekkert gert neitt annað. Við tölum að vera fyrirmyndir. Jú, við höfum öll að vera fyrirmyndir. En hver þín fyrirmynd? Kannski einhver í óorlega langt í burtu sem að þú hefur engan möguleika á því að sjá, engan möguleika á því að hitta, en kannt við marga takta þaðan. En ef að Drottinn vill og þá mun hann leiða ykkur saman til samfunda og þá myndu nú bara sjá ósköp venjulega mannesku rétt eins og þig og ef að verða náinn samskipti þá myndu fljótlega fara að heyra ýmislegt sem að rak og hennar fjörur og að það var nú ekki allt neitt sérstaklega gott sem að það kom en viðkomandi þurft að vinna úr og með öðrum eða sjálfum sér kannski mest eins og oftast nær og þú horfir í spegilinn eftir samtalið svo lítið sjokkarjaður eða sjokkuruð og segir við spegilinn þessi bara með sömu vandamáli ég. Þetta nú niðurstaðan af hverju. Þetta þess að þú varst að mæta dróst upp til skýjana í dýrð var bara manneskja rétt eins og þú. Gift manneskja segjum það með börn, rétt eins og þú segjum það og alls konar vandamál komið upp á heimilinu, rétt eins og hjá þér. Þannig að munurinn nú ekki sjáandi. En ytra borðið hins vegar öðruvísi vegna þess að þessi sem að þú hefur dregið upp til hæða líklega mjög sennilega efnuð manneskja því að þannig nú bara með þetta ágæta ríkidæmi að það vill færa okkur svolítið vel í fang af fé ekki heldur þess að þú setur á í veskið þitt. Já, það nú reyndar liðin tíð að menn séu með veski flestir eru bara með kort sem stingi vel og svo gerist þetta automatist að það minnkar upphæðin á reikningum þínum og birtist þar sem að þú varst að borga. Þetta tíminn í dag. Ef þú heldur að lifandi Guð veit ekki af þessu að þá veistur nú harðlega lítið hann. Ef þú heldur hann sé endilega ábúðslega hrifinn af þessu þá hugsa ég nú að þú viti líka lítið hann vegna þess að hann hefur ekkert á móti þessu. Hann hefur ekki á móti nema einu. Veistu hvað það Að menn vanræki lifandi Guð, hinn uppreisna Guð því
Öll eru við hér skamma stund. Eftir það tekur það við sem að tekur við, og það nú stóra lygin í heiminum að þegar að lífið fjarar úr líkamann og þá sé þetta búið. En þarna tekur Biblían við, kennsla orðsins við, sem segir þú munt lifa. Og þegar þú vaknar upp við þetta að þú munt lifa og þú ert komið trú og þú þakkar fyrir það og þú þakkar aftur fyrir það þegar þú sér þetta, að þá veistu það að trúin er graf alvarlegt mál. Hún skilur á milli feiks og ófeiks í orðana fyllstu merkingu. En þessi svo kallaði heimur sem við erum að tala hann er ekkert að bá svona þetta. Þá væri hann ekki þessi lygari sem hann eða þessi syndin, Satan og allir árar hans og púkar, þá væri þeir ekki þessi lygarar sem þeir eru og því ekki þessi skaðvaldar sem þeir eru. Allt saman búið af Guði sem gaf mér trú og ég sannfærist af minni trú að svona sé þetta og ekkert öðruvísi, og ég tek trúna mína alvarlega því að trúin sjálf hefur kennt mér alvarleika þess sem ég á. Og Drottinn segir við mig, Konráð, þú munt lifa. Af hverju segir hann þetta? Að því að í mér er partur sem hann setti í mig og það sem hann setur fram, það lifir. Syndir getur ekki tekið það frá honum nema að við þversköllumstum við meðan við drögum enn andan á þessari jörð við boðskapnum. Og núna er komið að mikill ábyrgð hjá honum Konráði Rúnari Friðfinnssyni sem í dag er komin fast að 70 en á enn rúmt ár í það. Enn er hann ekki orðinn 70. En árið 1989 þá opnaðist þessi leið og fljótlega eftir daginn sem var október 1989 sá hann að hversu alvarlegt mál það er að eiga þessa trú og hver ábyrgðin er rík og sterk að segja frá að trúin er einhvað til þess að halda í við undir, vilja og þeir sem eru trúaðir, ég og þú, hver ábyrgð okkar er. Hvorki ég að þú ráðum hvort einhver frelsist. En bæði ég og þú höfum allt valdum og enginn nema við hvort við segjum frá, hvort við draugum upp orð Guðs, hvort við bendum á Jesú sem leið sem lausn fyrir fólk, hvort við bendum á sjálfu okkur og segjum ég er hólpin, ég mun ekki deyja. Þannig erum við konir að alveg gríðarlega þykkum á hún vegg því að vantrúin hún nær þessu ekkert og það er vel hægt að skilja það. Hún alveg eins og ég og þú og við öll hefur mist og við vitum að þetta fólk kemur aldrei aftur. En samkvæmt orði Guðs þá er það einhvers staðar. Og Drottinn segir ég lifi og þér munu lifa. Ég lifi, segir Drottinn. Og hvað segir orðið Drottinn og hvað hann sé? Situr við hægri hönd föðurins. Hann segir við mig, Konráð, þú lifir og ég mun lifa. Ég er sem sagt á leiðinni þangað. Hann orðar þetta öðrum stað, allt mitt er þitt. Og þetta er það sem við erum að ganga út á, bæði hér og aðri sem að trúa sama og ég. Og þetta er það sem að kennslan á að fjallum. Þetta er það sem ábyrgðin mín á að snúast
og þetta er það sem ábyrgðin hefur snúist í raun og veru. En Drottinn er góður við mig og hann veit að ég vill vera í alls konar. Hann hefur leyft mér að svona taka annað efni fyrir líka sem er kannski svona heimslegra og veraldarlegra, og hann gaf mér síðu sem þú veist kannski að heitir Spor í sandi, og hann sagði við mig hana að þessi síða, hún ætti ekki að vera bara massív trúboðssíða, hún ætti líka að vera afþreyingarsíða. Og ég hef verið með massíft trúboð og ég hef líka verið með afþreyingu. Eins og þú séð, ef þú þekkir eitthvað þessa síðu, þá sérðu að þarna kennir ýmsa grasa, og ég hef leyft sögugramsinu mínu að blómstra svolítið þar. Það er afþreyinga hluti síðunar. Og ég hef talað Guðs orð eins og ég er að gera núna. Ég hef skrifað Guðs orð, en ég ger nú reyndar minna af því en svo lítið af því reyndar, en alltaf annað veifið. En þetta er allt inn á þessari síðu, eða mest allt inn á þessari síðu. Ég hef oft í mörg ár, alveg síðan ég byrjaði með þessar heimasíður. Fyrsta heimasíðan hún kom í kringum 2000, það má eiginlega segja að þetta sé sama síðan. Ég held að hún hafi heitað friðarboðin.is. Svo kom síða sem að hét konni.is. Svo kom síða sem heitir Spor í sandi. Þá fór ég að skrifa miklu meira sjálfa mig heldur en ég gerði á meðan að konni.is var í gangi. Ég held ég hef aldrei skrifað neitt sjálfa mig þá. Ég var einmitt að veltaði fyrir mér seinna og ég allt í einu fattaði í það að ég var farin að skrifa eitthvað sjálfa mig, eða þannig séð. En það gerði ég aldrei undir nafninu konni.is. Ég fór að veltaði fyrir mér hvernig ég ósköpunum staðinu og því. En þetta er víst eins og Drottinn vildi hafa þetta. En þar held ég minni minn og hafa nú verið slatti af Guðsorði. Ég held að hafa nú ekki verið svo mikið afþreyingu, en það getur samt vel verið, það hefur verið þarna líka. Ég er náttúrulega búin að vera að skrifa lengi skáldsögur og þær hafa örugglega verið þar, já, alveg pottið. Þær voru náttúrulega ekkert annað en afþreyingar dæmi. Og aðalega er ég að þessu vegna þess að Drottinn bara fær að ráða. Hvað með þig? Hvað finnst þér svona? Ég bara veit það ekki. En ég segi, framar bera hlýða Guði en mönnum. Og hvað segir þetta meira? Hlustaðu eftir því sem Drottinn er að segja og gerðu það. Sama hvað menn segja, gerðu vilja Guðs. Það er ekkert víst, og ef þú ert á þeim stað þá ertu blessaðasti maður í heimi. Það er ekkert víst að þú fái fjöldan með þér jafnvel í kringuðu í dæmið. Sumir í kringuðu geta verið fáskiptastir allra manna. Og hvað ætlar að gera þá? Henda þessu öllu frá þér, engin stuðningur. Það horfa til Drottins, segja, hann styður mig. Og hvað meira? Og þú ferði í spegilinn að því þú ert svo hrifin af sjálfum þér, ég er mjög hrifin af þessum. Og segja hann, Konráð, Drottinn er með þér og þú ætlar að halda áfram. Og ég held áfram. Og þetta er það sem Drottinn virðir. Ég held áfram. Ég held áfram að gera það sem hann er að boða og bjóða. Og hér er ég að tala Guðs orð. Og það sem ég hef gert á þessari síðu er allt bendingar frá honum. Þá fer ég á stað. Minnuðu þess, hann sagði við mig, þetta á líka að vera afþreyinga síða. Og ég er nú orðið það sjóaður í þessum kristnu fræðum og kristnu menningu að mér er alveg sama hvað mönnum finnst þetta, ég hlust ekki á það. Ég veit bara hvað Guð hefur sagt
og ég held áfram með það sem hann hefur gert. Og það líka gott að vita, og þetta hefur maður verið með alveg á hreinu alla tíð, eða lengi, að ég mun standa andspænis honum augliti til auglitis og hvað? Með hvað ég? Verkin sem ég hef unnið. Þess vegna keppi ég eftir því að gera vilja Guðs í öllu sem ég geri og velti ekki svo mikið fyrir mér hvað mönnum kann að finnast þetta. Kannski velti maður því einhvern tíma fyrir sér, en það er löngu liðin tíð. Löngu liðin tíð. Þannig og þetta er það sem að ég segi við þig, gerðu það sem að Drottinn er að segja. Þú mátt alveg leggja þetta undir fólk að þú vilt það, en þá skaltu líka vita það að það er engin trygging fyrir því að það muni með neinum hætti standa með þér í þessu. Sumir efast að þetta sé rétt. Núna erum við komnir aftur að lykil þætti sem við höfum oft nefnt hér, að bent á sjálfa þig þarf að vita hvað hann stendur í Guði. Ég hef séð það fyrir mig og þú hefur líklega séð það oft fyrir þig, sért á þeim stað, að ég hef oft þurft á þess að halda að vita þetta. Oft. Kannski á hverjum degi, oft á tíðum hef ég þurft að vita þetta. Við verðum að haga seglum þannig að Drottinn fái að opinbera sig hver hann er. Þaðan kemur styrkurinn. Og þá er ekkit neitt annað að ræða nema vilji Guðs, hver svo sem hann er. Sumt getur svona orka tvímælis. Ég er endar ekki inn á því að sumt orki tvímælis, en ég veit alveg hvernig fólk er. En sumt gæti orka tvímælis. Því það er ekki allir svo vel að sér í fræðum lifandi Guðs. Það er vandinn. Hverjum er það að kenna? Líklega leti einstaklingsins sem einhverju hluta vegna hefur sig ekki í að vinna heimavinnuna sína, hefur sig ekki í að gera það sem að þarf til þess að ná skilningnum upp og lætur mata sig af öðru fólki sem er allt í lagi með, er í raun að taka ábyrgðina af sjálfum sér og færa ábyrgðina sem hann ætti að bera og hún yfir á aðra, sem sagt yfir á kennaran, yfir á kennsluna. En ég er kennarin minn, eða heilagur andi, segðu þetta með mér, heilagur andi í mér er kennarin minn. Getur þú bent mér á betri kennara heldur en hann? Ég held þú myndir ekki inni til að reyna að benda á betri kennara. En þetta á ég. Það er ekki rétt. Hvað segir ekki Drottinn? Ég gaf þér heilagan anda. Ef þú heldur að heilagur andi sé í hjartanu þínu bara til þess að vera þar, þá er það algjör misskilningur. Hann er komið frá hæðum til þess að kenna mér fræðin, leksíuna sem Drottinn setti niður á jörðina. Og við lesum það allt saman í orði Guðs. Ég og orðið þurfum að verða góðir vinir. En er orðið þinn besti vinur? Þetta er kannski spurning sem við þurfum að glíma við annað slagið. Við sjáum að lífið í Guði er ekki eitthvað vanabundi líf. Kannski hefur þú aldrei spurtið þeirra spurningar í neinni alvöru að hvort þú orð Guðs væri vinur þinn. Ja, hvað, var það ekki jólin orð Guðs sem við vorum eitthvað að tala við? Og það er júli í dag, júni fyrir ekki því. Það er orðið svolítið langt síðan sé svo staðan, ég þetta veit ekkert hana og þarf ekkert að vita hana og var það raun ekkert hana. En ég veit fyrir sjálfa mig að það nú styttra síðan og allverulega styttra síðan en jólin
síðan ég allavega síðast las orð Guðs. Ég get auðvitað ekkert bent á neitt nema sjálfa mig, því að mig varðar í raun ekkert hvernig þú gerir þetta, og ég bara hlutast ekki til það, og þetta sem við erum að gera hér ekki til þess að hlutast til eitt eða neitt, heldur við að boða réttan boðskap sem að hvetur mann og annan til að gera það sem Drottinn að segja. Við þurfum að þekkja hann vel, og ef við þekkjum hann vel að því við erum með opið á hann, þetta furðulegt? Ekki þú skilur hvað heilagur andi nei, þá það ekkert furðulegt. Þetta bara beint úr bókinni, beint úr kennslunni, beint úr boðskapnum. Þannig að við höfum ekki afsökun þó við séum að dragast aftur úr í einhverju. Það vegna þess að við treystum ekki sjálfum okkur. Það einn vandinn sem við að eiga. Og ef við treystum ekki sjálfum okkur og treystum fólki betur en sjálfum okkur til að við fáum rétta kennslu, þá næsta víst að við treystum heldur ekki lifandi Guði. Þannig við verðum að sjá þetta allt saman í réttu ljósi. Samt Drottinn búinn að vera að tala við okkur. Samt Drottinn búinn að gera alls konar kraftaverk í okkur og með okkur og leyft okkur að horfa á kraftaverk í öðrum. En einhvern veginn býr það í manninum, þessi tortryggni og þessi efi, að því allt umhverfið náttúrulega merkt þessu. Og við erum í heiminum eins og hann Við erum ekki af heiminum, og það ein svakalega flotta kennsla að þegar við komumstum að því að við erum ekki af heiminum en við erum í honum. Og hann að segja alls konar. Og hann að gera alls konar því hann sér að honum finnst þetta ekki vera að ganga, að vera að taka á því, gera þetta svo eitthvað gerist. Látum þetta hreyfast og þeir fara að láta eitthvað þeir hreyfast og svo kemur reynsla það og þá allt bara horfið. En þessi Guð gerir líka í mér sjálfum. Það varir og hann segir: Konráð, ég sit við hægri hönd föðurins, ég lifi. Svo bendir hann mig og segir: Konráð, þú munt lifa. Þetta ekki magnað? Þetta ekki notalegt fyrir okkur að eiga? Öll höfum við hvert ástvini. Suma veit ég 100% að ég muni hitta aftur, en því miður bara suma. En hvorki ég að þú auðvitað vitum hvernig menn skilja við, Drottinn veit það. Svo lengi sem þú dregur andan þá hefur möguleika á því að játast Jesú. Og það einfaldlega vegna þess að Guð góður Guð. Hann skóp þig, hann gerði þig, hann fæddi þig úr móðurlífi og sagði: ég vil annast þig frá vöggu til grafar. Þetta í orðinu. Ég mun annast þig eins og þú grár fyrir hærum. Þú sér að þessi orðin verulega grár. En hann sagði þetta við mig þegar ég kom út úr móður kviði, auðvitað mann ekkert eftir því. En hann segir það að hann muni annast mig frá vöggu til grafar. Þess að hann annast mig sem segir mér það, hann vissi alltaf af mér, fylgdist með mér. Hann ætlaði á þessum strák hlutverk. Hann vendaði hann frá ýmsu, kendi honum aðgætni og allt þetta. En þessi gutti, hann þekkti ekkert Guð og minnist einskis á honum, en þó held ég geti dregið upp eina mynd. Ætli ég ekki verið þá svona 10-11 ára gamall. Og í Hafnarfirði, ég hafnfirðingur, eins og þú kannski veist, var á Herjólfsgötu í kjallara þar sunnudagaskóli.
Ég held að ég hafi komist að því að þessi sunnudagsskóli var eitthvað á vegum Fíladelfíu í Reykjavík, eða var kannski eitthvað um Fíladelfíu í Hafnarfirði, eða það skiptir í mig. Ég held örugglega ég sé að fara rétt með að þetta fólk, þetta var svona eldra fólk, indislegt fólk, hjón, sem voru með sunnudagaskóla í Herjólfsgötuna fyrir neðan sundlaugina í Hafnarfirði, þarna í Vesturbænum, og þangað fóru margir, og ég vissi vel að þessu, af mínum vinum, og voru þarna í þessu sunnudagaskóla og létu. Ég hef ekki heyrði aldrei neitt nema gott um þennan skóla, og ég man eftir því að ég þá eitthvað 10-11 ára gamall, og ég stend á hólnum heima. Kóngsgerði var svona á smá hól, og það var svona klettur sem gekk alveg niður að Hellisgötu, og maður gekk hann vanalega ef maður fór vesturettir, eins og sagt var, eða yfir mjólkurbúðina, þá fór maður hólinn. Mjólkurbúðin var í hinum enda á kaupfélaginu sem það var þarna frá, og ég stóð á þessum hól, og þaðan var, maður sá náttúrulega ekki húsið þarna á Herjólfsgötu, en maður vissi náttúrulega nokkurn veginn hvar það var. Allt í einu steig upp svona bjarmi af þessu, ég vissi hvaðan þetta kom, og það svona var yfir mér í smá tíma. Í dag veit ég að þarna var drög Guð að vitja minn, ég vissi náttúrulega ekkert að þarna væri Guð eða neitt, en ég man eftir þessum áhrifum, og rosalega góð, og kannski setti ég þetta eitthvað í sambandi við Guð. Ég vissi náttúrulega að þetta tengdist þessum stað, og ég vissi að þarna var trúað fólk að störfum, og trúað fólk að bara geislar af því með einhverjum hætti, eðlilega. Guð í þessu fólki, og hann getur gert allt. Hann getur látið 10-11 ára strák, alveg þversum í trúnni, vita hver hann er. Kannski var hann að segja við mig: Konráð, einn dag þá kemur yfir til mín. En svo bara hvar þetta, og ég man alltaf eftir þessu, og svo bara líður og líður, og ég fyrir að gera allt og ekki neitt, og allt nema að iðka trú. Þannig ég var ekki eins og grár köttur að leita trúnni, hlaupandi á milli staða til að hún er hérna, hún lítur að vera hérna, hún lítur að vera þarna. Það var ekkert svoleiðis. Ég var bara tekin inn, og það gerðist nú bara í herbygginu mínu, risherbygginu mínu á Grettisgötunni. Og ég get náttúrulega alveg sýnt ykkur þetta til að opna bókina. Þið segja að ég sé aldrei að lesa neitt í þessum bóku. Hérna bókin, og kannast við hana, svolítið dökkt og dimmt, og ég opna þessu bókina, leifar að sjá þetta því ég opna hana, hefur manna svona frekar, þá sér það hana, ekki? Það var skemmtilega, svo sér það, nú er búið að opna hana. Þetta er nú viljandi gert að ljósið er ekki meira. Ég ætla að vera svolítið svona skuggalegur í dag, og ég les eina setningu. Kannski les ég þetta: En Guð gefur þig líkama eftir vild sinni, og hverri sæðistegund sinn líkama. En ég man ekkert hvaða orða var, en ég las upp úr orði Guðs, og menn segja, og ég trúi því, að menn frelsist af orði Guðs. En þetta var í fyrsta skipti nánast sem ég var eitthvað að eiga við bókina, og þá bara koldist yfir mig. Kannski var birtingamyndin, það sem ég sá á hólnum heima, komið fram í þessu manni. Já, ég trúi því að svo sé, því að Guð veit alveg hvað hann er að gera. Og líka það, þetta er nú sennilega líka þinn vitnisburður, þegar maður komin á þennan stað, þá gat maður fara að rekja ýmislegt í sínu lífi sem maður mundi, skildi ekki, en var einhvern veginn alltaf með manni. Og ég segi, þarna var Guð, þarna var Guð. Ég segi, þarna var Guð með mér á hólnum, að láta mig vita að starfsemi á Herjólfsgötunni
sem ég hef síðan verið á kaf í, sem sagt, ég hef síðan verið á kaf í orði Guðs. Þetta fólk, ágæta yndislega fólk sem ég þekkti aldrei neitt en mann svona aðeins eftir, var að kenna upp úr orði Guðs, lesa fyrir börnin upp úr orði Guðs, segja smávegis sögur upp úr orði Guðs, meðfram því kannski að lesa einhverja barnaútgáfur af orði Guðs. Börn er annað en fullorðið fólk, þannig að við þurfum að haga seglum eftir vindi og það vita allir menn. En svo líður og býður og þessi strákur, myndalegi fallegi strákur, fyrir að drekka kynsturinn öll af áfengi og keyra sig algjörlega út þar í áfengi og brjóta allt í sér niður sem hægt var að brjóta niður. Maður var mjög brotinn, ég neita því aldrei að maður var það. En svo kemur að því að ég vakna og þá var árið 1979. Sérst árið frá 70 til 79 eða 78. Þá var maður í þessu brennivínsstandi. Þetta var nú reyndar ekkert langur tími, en nógu langur tími til þess að maður horfði sá það ef maður breytti þessu ekki þá myndi maður ekki lifa það af. Þannig ég var alveg með það á hreinu. En Drottinn ætlaði þessum manni annað en að láta áfengið Bakkus taka. Hann hefur nú tekið marga, en ekki þennan. Og hann sess að tekur á honum áfengislöngunina, en rétt honum ekki þá þessa bók. Þannig að ég gekk í 10 ár, eitthvað svoleiðis, í kröm. Mér leið ekki vel á þessum tíma, en ég drakk ekki áfengi. En í sjálfu sér eitthvað að segja var maður hvorki fugl né fiskur. Og enginn sagði mér neitt. Kannski finnst þetta skrítið, en þetta er nú sannleikur. Ég vissi ekkert neina meðferðir. Eða hvað meðferð var. Ég vissi bara að ég drakk, en nú drekki ég ekki lengur. Og ég vissi það að þessi fóru í þessa meðferðir fóru þangað til þess að drekki ekki lengur. Ég var laus þaðan. Og það kom aldrei til greina að eiga neitt meira við það. Aldrei. En meðferðin er miklu meira heldur en þetta. Og þarna kemur líka þekkingin inn, hún var til. En það var enginn sem sagði mér neitt frá því. Það er þessi meðferð sem menn fara í. Og meðferð er ekki bara áfengis meðferð. Við vitum að þetta er viðurkennd leið, áföll. Menn fara í áfalla meðferð, fá áfalla hjálp. Það var sama þar. Menn lentu í einhverjum ægilegum hremmingum af náttúruöflum eða hverju sem var. Þeir byrjuðu þetta allt inn í sér. Og meira. Það mátti ekki ræða það. Ætti að ræða það, þá var einhver, við ræðum þetta ekki hér. Nákvæmlega sama og ég var í. Við sjálfa mig. Ég sagði við sjálfa mig, Heifinu, þú ræðir þetta ekkert. Og hvað gerðist? Alveg svo hinum, þetta bara satt þar og svo kom þetta upp á milli. Og svo fór ég í meðferð. Þá er ég búin að vera edrú í 20 ár. Og sjálfsagt einhver hlegið að því. En þar losnaði vinnurinn frá þessu. Slitnuðu hlekkirnir einn og eftir öðrum. Og hann gat farið að tala sína tíma sem hann gat ekki áður.
það var krömin, áfengi var farið, það var ekki vandamálið, en afleiðingarnar voru vandamál. Sumir kannski losnað eins og ég þekki menn sem hafa losnað eins og ég. Hvað þeir gerðu veit ég ekki, ég hef aldrei spurt á því, en ég veit það bara að það var ekkit svo mikið það að menn væri að fara í meðferðir. Til að mynda opnar ekki Vogur fyrir en 80 og eitthvað, þá var ég búin að vera eitthvað í 2-3 ár og svo opnar Vogur og það náttúrulega maður fór að sjá það að menn flyktust þangað inn og þá var komið upp eitthvað flott meðferðarprógram. Þarna hættu menn að drekka margir, en ég var hættur að drekka. Veitu, hvað hef ég að gera í meðferð? Ég er hættur að drekka. Ég vissi að ég var hættur að drekka, takt eftir því. Það var aldrei nein spurning það nema ég myndi aldrei aftur eiga neitt í það. Hvað ég að gera í meðferð? Þú ert að horfa mann sem vissi ekki betur. Þú ert að horfa mann sem svo aðrir þarf að heyra frá öðrum hvernig á að gera þetta. Losnaðu áfengi náttúrulega fyrsta, eða fíkniefni eða hvað það er fyrsta leiðin, en það er bara fyrsta skrefið. Rétt eins og með áfalli sem ykkur verður fyrir og allt inni búin að missa bara, fólk og eignir og allt og hann situr bara með þetta því það var ekkert gert meira, þekkingin var ekki til, veitu hvað var ég að gera? Svo fara að koma þessar meðferðir og menn fóru að geta talað það og þeir segja mikið líður mig betur núna. Núna var ekki gert ef ykkur vildi tala, við tölum ekki þetta, heldur fórum menn að tala það. Og þeir fóru að segja líðan sína innan fjölskylduna. Og það slitnuðu þar hlekkir, alveg eins og í meðferðinni. Og menn urðu frjálstir vegna þess að hlekkirnir bundu þá. Þetta er aflið í þessum meðferðum. Ég skal aldrei hindra nokkurn mann í að fara í meðferð, hvort sem er áfengismeðferð eða áfalla meðferð einhvers konar. Gerðu það sem að þarf og hlustaðu eftir því hvernig aðrir gerðu þetta og hvað þeim, eða hvort þeim var eitthvað meint af. Allir segja, ég losnaði. Ég fór í mína meðferð og ég losnaði. Að tala þessa tíma fyrir mér í dag ekkert mál. En ég segja það einu sinni að í hversin sem einhver fór að tala áfengi, þá stóð þessi upp og gekk út. Og það voru nokkur skiptin þar sem að þetta var. Ég var á sjó á þessum tíma, ekki laus við, ég var náttúrulega laus við áfengið frá 78, 79. Svo verið ég að sigla þetta, ég held áfram á sjó og það var náttúrulega verið að ræða ýmislegt borð í þessu skipum og ef þetta kom inn þá stóð þessu upp. En ég ætla að fara að bæta í klefan, ég ætla að hlusta á eitthvað góða músík bara, sagði ég, hvarf, eða sagði ekki neitt. En ástæðan var þessi, hann gat ekki hlustað á þessa umræðu. Veistu af hverju? Það var aldrei að vita nema einhver sneri sér að mér, hvernig var með þig, konni, varst þú ekkert í brennivíni? Gat ekki talað það og ég fór áður en að þessi spurning kom upp. Þarna kemur máttur meðferðarinnar gleggst inn, þannig við sjáum alveg hvaðan meðferðarprógrammið er komið. Það er ekkert annað en guðlegt dæmi þar á ferðinni vegna þess að Guð er hér til þess að hjálpa fólki. En það er ekki allir sem að þekkja Guð sem fari í meðferð.
Margir hafa hins vegar leiðst til Guðs af sinni meðferð, það bara allur gangur á því. Þessi hugsun öll kom ekki fyrir heldur hann að Drottinn verður mitt hlutskipti. 1789. Eftir 10 ár, 89, já, eitthvað svoleiðis, þá gengi inn í þetta rúm 10 ár, kannski 12 ár, gengi inn í þetta meðferðardæmi og þar losnaði ég mjög fljótlega. Og ég búin að vera laus síðan frá þessu helsi sem áfengið olli. Þannig bara það, hvað sem við segjum það, að sumt verður maður að gera. Það ekki nóg að vita, þú verður að gera sumt. Sem sagt, hafur lent í ykkur áfalli, þá þarft þú á meðferð að halda til þess að leysa þig frá því. Það leiðin. Hvernig talar þetta til þín? Ég bara veit það ekki. Það er svo margt sem ég veit ekki og ég veit ekki alltaf hvernig menn bregðast við einu og öðru, en þetta leiðin. Þetta sannleikur og þetta vitnisburðir, milljónir vitnisburða til leysingu að þessu leyti. Hver staðan á þér? Kannski ert þú að glíma við eitthvað áfall sem þú varst fyrir af einhvers konar völdum, en núna veistu að það pottþétt takt að fá leið frá þessu. Þannig ég hvet þig, ef þú ert manneskja, leitað þessara leiða. Gerðu sjálfum þér og sjálfur þann greiða að losa þig frá þessu, því að það til leið frá þessu. Þú talar þig frá því. Það kannski ekki leið að taka töflu þó það geti gagnast í eitthvað tilvíkum með, en þú talar þig frá því með réttum hætti. Það svo leið sem Biblían hefur alla tíð farið og trúin endalaust hvetur til. En ég ræð heilmiklu þar. Þess vegna þarf vitnisburður, hvort sem minn eða þinn, að heyrast. Og ég hluti af vitnisburði laust fyrir mig sem ég veit að þú meðtekur í Jesú nafni. Ég segi þetta gott og Konráð Rúnar Friðþjófsson þekkar fyrir sig og var nú svona að gera tilraunum í ljós, kannski finnst okkur þetta alveg hrikalega astanlegt, en sjáum hvort við notum þetta aftur. En ég kveð.